Góðan daginn og takk fyrir Emil og heilbrigðishópurinn að setja geðheilbrigðisþjónustu í fókus. Mér langar líka bara til að þakka ykkur kærlega fyrir að leyfa mér að koma og velta því upp. Hvers vegna gangi svona seint að bæta þjónustu og ganga lengra í þessu málaflokki. Jafnvel þó að allir séu sammála að það sé eitthvað sem við viljum. Það segir ákveðna sögu að ég kalla þetta erindi mitt hvað dvelur orminn langa. Ég ekki heilbrigðismenntuð, heldur ég sérfræðingur í íslenskum fornbókmenntum og þetta skipið hans Ólafs Tryggvasonar og þetta hefur orðið svona orðtak með tímanum. Þetta ekki fræðilegt erindi, af því ég ekki fræðingur á þessu sviði. Þetta fyrst og fremst vangaveltur út frá þekkingu minni og reynslu af stjórnsýslunni, samtölum við notendur og samtölum við nokkra spekinga sem að ég hafði upp á. Þannig að allur fyrirvarinn góður. Ég ætlaði að byrja á því bara að rifja upp að íslensk stjórnskipan, hún byggir á því að ríkisvaldi skiptist upp í þrennt. Það sem sagt löggjafarvaldið sem er pólitíkin og þingið. Það framkvæmdavaldið sem stjórnsýslan, ráðuneyti, stofnanir ríkisins og sveitarfélögin. Og svo það dómsvaldið. En ég ætla að fjalla þetta málefni út frá stjórnmálunum, þessari löggjafarvaldinu, út frá stjórnsýslinu og sveitarfélögunum aðeins og svo aðeins út frá notendum, notendasamtökum og almenningi. Og ef við byrjum kannski á pólitíkinni, það ágætt að byrja þar. Hvað það sem að tefur í pólitíkinni? Og við getum örugglega haft ýmsar skoðanir á því. Það staðreynd að það skortir skilning og þekkingu innan pólitíkarinnar. Það margir þingmenn sem mjög áhugasamir geðheilbrigði. Það líka margir sem kannski áhugasamir en vita lítið. Og það auðvitað gallið þegar fólk hefur setið jafn stutt á þingi eins og raun ber vitni núna síðustu ár, að fólk kannski nýbúið að setja sig inn í málin og þá það hætt á þingi og þá þurfum við að byrja upp á nýtt að fræða fólkið. Það líka skortur og heildarsýn, bara almennt séð. Við höfum svo litla tölfræði umfang þjónustunnar, þörfina og hvað það sem að dugar best. Og það leiðir okkur að næsta punkti og það hræðsla þingmanna við vaxandi geðheilbrigðisútgjöld. Þeir sjá ekki heildarmyndina og þeir eru hræddir við að eyða í eitthvað sem skilar kannski ekki árangri. Og þar getum við til dæmis nefnt niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Það hefur ekki verið gert. Þingmenn hafa séð í þessa peninga af því að þeir hafa kannski ekki alveg áttað sig á hvað sparast þá seinna, til dæmis í þriðastigs þjónustu. Þannig að þetta svona dæmi þetta. Svo það ómarkviss forgangsröðun. Í Bretlandi þá það einfaldlega þannig að flokkarnir þeir setja fram sín markmið í þykkum bókum. Þeir segja hvað þeir ætla að gera og segja til dæmis hvaða lögum þeir ætla að breyta og hvernig þeir ætla að breyta og það getur fólk lesið nákvæmlega áður en það kýs og þessa sakna ég verulega. Það líka togstreita athygli og fjármagn. Það náttúrulega þannig þegar sjónum beint að kannski nýjum málaflokki eða nýr málaflokkur verður meira áberandi að þá rísa til varnar fulltrúar svona hefðbundnar í geirann. Og þar við til dæmis að hugsa bara landbúnað, utanríkisþjónustu og allt þetta gamla. Þannig að það verða svona varnar viðbrögð hjá fjárveitingavaldinu. Þingmenn líka hræddir við viðbrögð ráðandi fagstétta. Hvað ef við látum notendur hafa of mikið völd, ef við hlustum of mikið á þá, hvað segja þá læknarnir? Og þetta hef ég oft heyrt svona bæði í rauninni leynt og ljóst. Svo það þetta ég náttúrulega að tala almennt og
og í dæmum, þetta er dæmum ákveðin ótta sem við höfum líka fundið fyrir, sérstaklega í sambandi við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, að það bara óttinn við framsal ríkisvaldsins til svona alþjóðlegra samninga. Þannig að það sé alþjóða umhverfi sem einhvern veginn setur línurnar fyrir innanríkismál. Og svo það staða ráðherra á þingi. Ég talaði áðan þrískiptingu ríkisvaldsins. Það löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald. Þetta á að vera hrein skipting. Það ein undantekning á þessu og það staða ráðherra. Þeir eru hluti af löggjafavaldinu sem fer með ákvörðunartöku og svo þeir líka hluti af framkvæmdavaldinu sem æðstu yfirmenn í ráðuneytunum. Og oftar en ekki að þá draga þeir taum framkvæmdavaldsins. Þannig að löggjafarvaldið virkar ekki eins og svo þrýstingur sem það þarf að vera. Og þið kannski, ég kem aðeins að þessu aftur, þannig að það skýrist kannski aðeins betur. Ég vona að þetta sé ekki of flókið. En allavega, þetta eru sem sagt stjórnmálin. Og hvað gerist? Það er tekin ákvörðun og framkvæmdavaldinu falið að framkvæma ákvörðunina. Og það þá stjórnsýslan, það eru ráðuneytin og það eru stofnanir undir sem sagt, ráðuneytunum. Þarna eru margir mætir menn eins og þið sjáðu þarna og konur. En það sem að gerist það að þetta fólk verður pínulítið svona varðhunda stjórnmálanna, passa að stjórnmálamennir kom ekki illa út. Þið skiljið hvað ég á við, eða ekki? Þannig að í ráðuneytunum að þá eru gerðar reglugerðir til þess að koma í veg fyrir að það sé ekki farið of langt og valdið einhvern veginn ekki, að framsalið verði ekki eins mikið eins og það geti verið. En þetta eru auðvitað bara umhyggja. Það mikið álag að fáum starfsmönnum. Ég held að það sé algjörlega ljóst. Ég veit ekki alveg hvort það vegna þess að starfsmennir séu of fáir eða hvort það sé vegna þess að sumir einhvern veginn finni meira og aðrir minna. Það ekki alveg, já. Og svo það skipulag vinnuafls sem sagt bara, þá ég aðalega að tala ráðuneytið, að það kannski fylgir ekki þörfum síbreytilegs samfélags. Og ef við nefnum til dæmis geðmálin, að þá ein manneskja í ráðuneytunum sem sér geðmálin og þannig hefur það verið í mörg ár, en á síðustu árum þá hefur umfang þessa verkefnis margfaldast. Þannig að þetta þarf að hugsa aftur og þetta hefur alls ekki fylgt þörfinni. Bara gjörsamlega út í hött að það skuli ekki vera bara herdeilt. Svo lítil starfsmannavelta samanborið við veltu stjórnmálamanna, þannig að ráðherrarnir koma inn og þá kannski fyrir fólk sem hefur verið 20 ár í ráðuneytinu, eitthvað svoleiðis, veit allt og hefur þar af leiðandi gríðarlega mikil ítök. Í sumum ráðuneytum þá verður maður var við bara skort á framþróun, það vantar einhvern veginn faglegri stjórnun, það vantar meiri sveigjanleika og það vantar þekkingu á ákveðnum sviðum. Og ég kem inn á það seinna að þessi málaflokkur nær yfir 8 ráðuneyti. Og ég man til dæmis eftir því þegar vorum að vinna í endurskoðun lögræðislagana að þá vantaði tilfinnilega innan dómsmálaráðuneytisins þekkingu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og ég vona að það hafi batnað. Við þurfum allavega að fara aðra umferð bráðum og þá vona ég að við getum átt svona uppbyggilegra samtal þennan samning. Svo skortur á nægilegri samvinnu við notendur. Það alveg klárt. Mér heyrðist nú að ráðherra áðan að það ætti að fara að auka samvinnu við notendur sem auðvitað mjög jákvætt. Og það líka ánægjulegt að segja frá því að það var verið að skipa í 2 hópa núna, bæði hópa til að draga úr fordómum og svo hóp til að vinna viðmiðum varðandi, viðmiðum fyrir fjölmiðla varðandi umfjöllun geðmálin.
og sem sagt formenn þessara hópa eru annars vegar sem sagt fulltrúi notanda og notandi og ég veit ekki til að þetta hefði áður gerst í þessari samvinnu þannig að við erum virkilega að fara fram á við og okkur greinilega aðeins meira treystandi heldur en í gær sem jákvætt og ber að þakka fyrir. En það þarf að gera betur þannig að það alltaf að passa að notendur séu með í stefnumótun. Og svo togstreita fjármagn á milli ríkis og sveitarfélaga, það náttúrulega bara þekkt staðreynd og bara heill fyrirlestur út af fyrir sig og ekki nægileg samvinna á milli ríkis og sveitarfélaga sem stuðlar að gráum svæðum. Og svo það síðasti punkturinn og ég var í rauninni búin að nefna hann, það þetta málaflokkurinn nær inn á 8 ráðuneyti. Og við skulum bara skoða kannski þetta fólk. Það Svandís sem var hérna áðan, hún eiginlega svona aðal og svo það Ásmundur Daði, málaflokkurinn fer líka inn á félagsmálaráðuneytið, það dómsmálaráðuneytið, það til dæmis lögræðislögin, svo það aðal skipuleggjandinn, það eru fleiri, það þessi gaur sem fer með sveitarfélögin, hitt hann einmitt daginn, svo það þessi sem ég hef séð í sjónvarpinu, svo það Lilja og þar erum við til dæmis að tala eins og forvarnir og geðrækt og því líkt. Og svo það Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Náðu þess ekki, ég virkilega æfði þetta. Þetta svo langt nafn, en atvinnumálin skipta auðvitað gríðarlega miklu máli. En eins og það sé ekki nóg, að það séu 8 ráðuneyti þarna undir, að það þurfa ráðuneytin og sérstaklega heilbrigðisráðuneytið að vinna þétt með sveitarfélögunum og þau eru 72, eða ekki? Já. Gott að hafa svona nágranna til að geta, fengið staðfestingu. Geðheilbrigðisþjónusta nær yfir heilbrigðisþjónustu ríkisins og velferðarþjónustu sveitarfélagana. Og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að þessir 2 aðilar vinni þétt saman og alveg sérstaklega þegar gagnvart fólki með tvíþættan vanda. Skiptir ofboðslega miklu máli, til dæmis þegar að fólk útskrifað af sjúkrahúsi og þarf að þjónustu og búsetuúrræðum að halda á vegum síns sveitarfélags að það sé þá til staðar, að fólk tali saman þarna yfir. Líka þegar fólk býr í búsetuúrræði á vegum sveitarfélagana og þarf að fara á spítalann, þá þarf að taka á móti fólki. Og svo eru margir sem að þurfa samþættri heilbrigðis- og velferðarþjónustu að halda. Bara allan tíman og þarna verður fólk virkilega að vinna saman. En þegar að það gerist ekki, þá voðinn vís. Þetta hérna erum við greiðum tekjuskatt hérna til ríkisins fyrir heilbrigðisþjónustunni og svo útsvar til sveitarfélagana fyrir velferðarþjónustunni. Ef að þessir aðilar vinna ekki saman, þá dettur fólk hérna niður gljúfur. Og hvert dettur fólk? Það dettur aftur til skattgreiðenda, það dettur aftur til aðstandenda og þarna til dæmis mikið að ólaunuðum kvennastörfum. Þið sjáu þetta. Þetta eru þeir sem eru heppnir. Þeir sem hafa ekki aðstandendur, þeir detta lengra. Til dæmis á götuna eða eitthvað annað. Þetta má ekki gerast. Hvernig upplifun það að detta þarna niður? Hvernig upplifun það að horfa á fólk detta þarna niður? Hvað það? Tökum til dæmis bara, hérna bróðir ungs manns með geð- og fíknivanda, hann segir bara, kerfið algjörlega brotið. Bróðir minn var útskrifaður af spítalanum, þrátt fyrir brýna þörf fyrir langtímaúrræði. Hann á heldur ekkert heimili, hans bíður bara gatan. Þessi að detta þarna. Og móðir hérna, stráks með geðhvörf, hann 12-13 ára þarna. Drengurinn minn var að heitri kartöflu, honum var hent á milli kerfa, heilbrigðiskerfið sagði að hann ætti ekki heima í velferðarþjónustunni og öfugt.
Baráttan skilaði ekki árangri fyrr en ég fekk vini, nágranna, skóla og lögreglu til að tilkynna ástandið á heimilinu til Barnaverndar Reykjavíkur. Ég meira að segja tilkynnti sjálfa mig. Ég átti ekki annars úrkosta. Já. Það hefur svolítið verið talað þetta verkefni A1. Þetta verkefni á akkúrat að brúa þessa gjá, þá að binda í lög samstarf ríkis og sveitarfélaga og það átti að vera búið að samþykkja allar lagabreytingar þar að lútandi í lok ársins 2017 fyrir heilu ári síðan. Mér finnst mjög ánægjulegt að heyra að eitthvað af þessu farið af stað, en fyrst og fremst þarf auðvitað að skipa þennan starfshóp og taka þetta alvarlega. Þetta verkefni sem var samþykkt af löggjafavaldinu. Þetta verkefni sem var samþykkt á þingi af fulltrúum okkar. Og ég bara vona og bíð spennt eftir þessi starfshópur að framkvæmdavaldið sem sagt framkvæmi það að skipa þennan starfshóp, vegna þess að það virkilega brýnt. Þannig að þá hægt að brúa þetta. Ég talaði áðan þessi 8 ráðuneyti. Það náttúrulega annar svona stór vandi. Hvað getum við gert einhvern veginn til þess að stilla saman strengi? Já, það eitt. En allavega, það væri hægt að stofna þverfaglegan stýrihóp embættismanna úr þessum ráðuneytum. Með starfsmann að sjálfsögðu, alveg eins og gert til dæmis í byggðamálunum og hefur gefið góða raun, alveg eins og gert í mannréttindamálunum og hefur gefið góða raun. Og nú Ásmundur Daði til dæmis að stofna svona barnahóp þvert á ráðuneyti. Það sem þessi hópur myndi gera, það væri að vinna heildarstefnumótun, til dæmis í framhaldi af geðheilbrigðisáætluninni, móta tímasetta framkvæmdaáætlun, svolítið svona eins og gert í geðheilbrigðisáætluninni, og eyrnamerkja fjármagn. Og það kannski líka það sem svolítið vantað upp á geðheilbrigðisstefnuna, að það væri eyrnamerkt fjármagn bara alla leið. Það svolítið verið að gera þetta frá ári til árs og erfitt að sjá í hvað fjármagn á að fara. Og svo þarf að fylgja þessu eftir. Og síðan þyrfti Alþingi í raun að hafa eftirlit með þessum starfshópi, þannig að hann kæmi kannski til velferðarnefndar kannski 2 ára ári og gerði grein fyrir störfum sínum. Það þarf alveg nauðsynlega. Þannig að já, nú kemur þessi. Þegar maður bendir á það sem aðrir geta gert betur, og þá líka alveg eðlilegt að maður bendi á hvað maður getur sjálfur gert betur. Eða þarf að segja, notendur, fulltrúar notanda og almenningur. Hvað getum við gert betur? Ég teiknaði áðan upp þríhyrning, en í rauninni var það ekki rétt hjá mér. Þetta hringur. Þetta á að virka þannig að við þiggjum ákveðna þjónustu og í framhaldi af því að þá komum við ákveðna kröfu gagnvart stjórnvöldum. Þau taka ákvarðanir sem að fara síðan til framkvæmdar hjá stjórnsýslunni sem að innleiða þær í þjónustuna og svo tökum við aftur við. Sem þýðir það að það byrjar allt og endar hjá okkur. Það ekki? Allar svona nýjar leiðir ætti í rauninni að byrja hjá okkur. Það erum við sem höfum hugmyndirnar. Þannig að við þurfum að passa upp á að vera með skýra forgangsröðun, segja pólitíkinni, hvað það sem við viljum? Númer 1, 2 og 3. Auðvitað erum við fjölbreyttur hópur og höfum kannski ekki endilega nákvæmlega sömu skoðunina, en ef við getum sett fram forgangsröðun, þá eru meiri líkur að það gangi í gegn. Og ef við getum staðið saman eitthvað, þá eru enn meiri líkur á að það gangi í gegn. Ef við myndum tengingar við aðra hópa, fólks með hindranir eða fötlun, og ef við myndum góð og sterk tengsl við almenning, til dæmis í gegnum geðrækt og gegnum heilsugæsluna, að því við vitum það að 1 af hverjum 3 sem að fer inn á heilsugæslustöð fer þangað inn til að leita sér aðstoðar vegna geðræns vanda. Þannig að ef við öll saman komum okkur saman forgangsröðunina og segjum bara pólitíkina, þetta það sem við viljum,
þá eru meiri líkur til að við fáum það heldur en við erum svona einhvern veginn út allt. En allavega. Svo þurfum við að ástunda fagleg vinnubrögð. Við þurfum alltaf, við þurfum alltaf að mæta á alla fundi, vera með varafulltrúa, við þurfum að setja á fram skriflega hvað við viljum. Þannig að sé ekki hægt að segja, nei þið sögðu þetta aldrei. Við þurfum að vera markviss, við þurfum að vita fyrir hvað við stöndum og hvað við viljum. Fólk með notendareiðslu, það er ekki endilega allt sem talsmenn. Við þurfum að efla talsmennina okkar. Við þurfum að efna til fræðátaks í mannréttindum, stjórnsýslu og árangursríkum leiðum til að sækja fram. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við þurfum að halda áfram að vera duglega að miðla reynslu og frásögnum notenda eins og við höfum gert. Og við þurfum að sýna aukna meðvitund gagnvart heildarhópnum, svo að minnihlutahópar innan hans verði ekki út undan. Að þegar við erum að tala, gleymum þá því ekki að við erum líka að tala fyrir hópa sem er kannski erfiðar að tala fyrir sig sjálfir. Til dæmis fólk með mjög flókna geðfötlun. Og svo er það aldraðir. Því miður að þá er ekki öflugir talsmenn fyrir þennan hóp og það veldur því að þjónusta fyrir aldraða er ömurleg. Eins og er. Það er reyndar hann smá að gerast þannig í mörkinni, já, ég tók því reyndar. Og svo er það fangar og hælisleitendur og svo margir aðrir hópar, ég er ekki að telja alla upp. Ég ætla kannski bara að enda þar sem ég byrjaði á píramídunum sem ætti í rauninni að vera hringur, það er bara svo erfitt að gera hring og er ekki sérstaklega góð í þessu. Það sem ég talaði það var það að stjórnmálin þurfa að gera betur, það eru margir þingmenn sem hafa ekki skilning, hafa ekki þekkingu, hafa heldur ekki einhver svona heildarmynd fyrir sér til þess að taka markvissar ákvarðanir og eru kannski hræddir af því að þeir vita ekki hvernig fjármagnið einhvern veginn nýtist og hverju það skilar. Ég talaði stjórnsýsluna og embættismannina sem eru svona sína stjórnmálamönnunum umhyggju og svona stundum þæfa málin, en það eru margir alveg frábærir með frábæra reynslu og þekkingu sem að vinna verkin og eru gjörsamlega svont. Það eru sveitarfélögin líka sem að þurfa að vinna þétt með ríkinu í nærþjónustunni, en eins og ég nefndi að þá eru þau 72 og það eru 5 sem eru með 70 íbúa og færri og það er þetta gríðarlega erfitt fyrir þessi sveitarfélög að veita nærþjónustuna. Og svo talaði ég notendur sem að þurfa að vera duglegri að setja fram forgangsröðun og standa saman. Þetta er træðan. Við skulum ekki gleyma því að það er margt mjög gott gerst. Það er búið að ráða sálfræðinga fyrir börn á heilsugæsluna og Sólrún örugglega fer í það á eftir. Það er verið að ráða sálfræðinga fyrir fullorðna á heilsugæsluna líka. Það er líka verið að tala um geðheilsuteymi og það er gott að vita að það hafa verið skipuð þó nokkuð mörg geðheilsuteymi núna út á landi og það er líka eitt. Gleymum því ekki þegar við erum að tala að við erum að tala líka fyrir landsbyggðina. Það er svo margt sem þarf að gera betur út á landi. Við látum ekki eins og við séum alltaf miðja alheimsins. En það hefur líka, Bugli hefur verið styrkt, búsetuúrræði á vegum Reykjavíkurborgar hefur verið styrkt og ég var að frétta í síðustu viku að velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefði fengið milljarð til þess að hjálpa fólki með tvíþættan vanda. Þannig að það er ýmislegt jákvætt sem hefur gerst og ber að þakka fyrir. En eins og ég segi, alls ekki nógu hratt. Og það er þannig að þetta er svolítið svona eins og lífið, þetta er langhlaup og við megum ekki gefast upp og þarna eru auðvitað lykil hugtökin, það er samstilling og úthald. Takk fyrir.